Ég er 57 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það er löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já. Í þessu podcasti ætlum við samt að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið um hann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn er spegill sálar þinnar. Ok. Góðan daginn! Góðan- Er ykkur við hér í þessu húsi? Já, heyrðu, velkomin. Ég heiti Steinunólina Rósa María Barbie, Austin Love. Sælar. Ég var að taka mér, gjörðu svo konta. Ég var nefnilega að taka mér hérna ættarnafn, Já. Austin Love. Austin Love. Bæði Austin og Love. Já. Austin Love. Austin Love, með svona bandstrik, þetta er svona eins og Shirley Pitt. Austin Love. Já. Skil flott? Jú, það er mjög flott. Steinunólina Rósa María Barbie, Austin Austin Love. Heyrðu, Þú... gaman að vera komin aftur upp í bústað. Besti staður í heimi. Já, ég skil ekki af hverju fólk býr ekki bara í sumarbústöðunum sínum og hættir að þau taka þátt í þessu lífi. Já, ég er alveg með þér í því sko. Það kemur af því. En heyrði, ég nefnilega ætlaði að byrja, því að þú veist, ég er með rósir á heilanum. Já. Ég ætlaði nefnilega, meðan að þú segir eitthvað gáfulegt, Já. núna alveg í svona 7 mínútur, Já. þá ætla ég að nutta hendurnar að þér upp á rósaolíu. Vá. Og þannig ertu komið með armbandið sem ég keypti handa þér í Portúgal. Já, heyrðu, þú varst í Portúgal. Já. Og keyptir þá þessa rósaolíu í Portúgal? Já, sjálfsögðu. Ég keypti hana í elstu, svona, já, þú veist, það er alltaf sagt svona, þú veist, maður svo gaman að koma inn í svona búðir. Já. Já, þetta er elsta búð, elsta snyrtivöruverslun Portúgal. En allavega, þetta var rosa falleg, sko, búð. Ég kom inn í svona, svona ilmolíu, kerta og sápubúðir eins og til dæmis í Flórens, fór inn í einu svona, hvað heitir þetta, Santa Maria de Compostela held ég hún heiti búðin. Já. Þetta er svona Áslöf. þar sem að, þú veist, maður svona ilmolíu, ég get farið á svona ilm og kerta og krema fyllir í, Já. skiljurðu. Hvernig byrjar á þessu krema, ilmolíu og... Akkurat með svona mikla grett, Já, sjáðu, að ég skar puttunum því ég var að undirbúa útskriftarveislu dóttur minni. Ég skar eiginlega af mér og ætlaði að láta svo út, Já, slakar ekki ég var að segja, alltaf finni hvað ég er hrætt. Já. Þess að hrættum á meiðir á mig puttan. Já, nei, þá ættir hún alltaf að segja, þú væri með hvítan putta. Þú varst bara búin að segja, eitthvað svo merkilegt að ég ákvað að bíða með að segja En finndu lyktina. Vá. Mhm. Þetta er nú alvöru. Getur fólk eignast svona hér á landi á? Svona rósaolíu. Já. Ég veit það ekki. Það er hægt að fá rósa vatn alltaf bara í apótekinu. Ég veit ekki, bara svona í öllum apótekum. En þetta þurfa að vera náttúrulega eitthvað sérstakar olíur sem að, rósir. Nei, það held ég ekki. Þú veist, síðan ég fekk þetta rósaæði þá hef ég náttúrulega svolítið verið á hottunum eftir rósum. Já. Og, Ok, nú finnur ég slaka mér á að því ég er búin að segja þér frá sársaukanum. já, ég veit Ég hef fengið að tjá mig sársaukan eða sárið. Ég er með tráma náttúrulega hérna þá í puttanum. Heyrðu, við hefum nú eina sameiginlega vinkonu sem að, það var manneskjan sem í fyrsta skipti nuttaði á mér hendurnar, það var hún Sóley Elíasdóttir. Já. Hefur hún nuttað þér hendurnar? Já, oft. Fyrstu, sko, hún Sóley, hún gæti hreinlega verið með, sko, nuddstofu, þar sem fólk kæmi bara og skildi eftir á sér hendurnar og myndi sækja þér eftir háti, eða gæti setið bara, en svo hún er svo góður handanuttari, að það er alveg sérstakt. Já, það er náttúrulega bara eitthvað galdrafólk í gegnum hana. Já, hún er náttúrulega a witch. She's a witch. She's a witch. En hefur þú spáð í það, Dóra? Já. Hvað hendurnar á þér eru mikið galdratæki? Ég meina, hvað hefur ekki gert með þessum höndum? Pælti í öllu sem þú hefur gert með þessum höndum? Segðu mér það skrýtnasta sem þú hefur gert með þessum höndum. Skrýtnasta sem ég hef gert með þeim? Þú er náttúrulega þrifið kúk og piss. Já, ég fór strax að hugsa tónlist. Hvað er skrýtnasta tónlist sem ég hef spilað? Þú er náttúrulega spilað á hljóðfæri með þessum fingurum. Já. En veistu það, ég datt út að því ég er að horfa á hilluna sem er á veggnum, þar sem er allt smátóta hillan. Já, nú sé ég hvað gerðist.
Það eru sko brúðhjón sem ég fekk gefin, svona 2 litlir mínjatúrar sem að mamma keypti handa mér í Barcelona þegar ég var 11 ára. Og ég var að leita að brúðhjónunum, ég sá þau hvergi. Og ég var að spá hvort að einhver hefði komið hérna og brotið brúðhjónin, að ég veit nákvæmlega hvar allt er. Þetta segir aðeins geðveikina í mér. Ok, ég ætla að segja fyrir þá sem maður sjá ekki, af því að þið sjáu ekki. Þú veist, svona in the 80s, þá var rosalega mikið í tísku að vera með svona prentarahillur. Svona úr brúnum við með mörgum litlum hólfum og þegar þetta voru prentarahillur þá geymdu þetta stafi og stimpla sem voru notaðir í prentfölum þess tíma. En það var svona rosalega tíska svona einmitt in the 80s að vera með þetta upp á hillu með smá dóti í og Dóra er með þessa hillu hérna, hún er rosalega falleg. Við þurfum meila að taka henni mynd og setja hana á Instagram. Já, ég þarf að gera það. Og Dóra hefur alltaf átt svona mikið af fallegu smádóti og þessi hilla er mjög falleg. Og ég á miklu fleiri hluti því að ég fór í náttúrulega í að verða svona algjör horter, bara safna litlu smáti og svona. Svo hætti því fatt að ég var farin að safna bara hverju sem var. Og því ég var farin að safna með einhver drasli líka. Dóra, ég finna naglaböndin að þeir eru dálítið þurr. Já. Hugsaðu einhvern tímann um naglaböndin? Nei, hvernig ég hugsa um naglabönd? Já, sko, þú veist, það eru hérna, það er húðin í kringum naglina. Já. Og gott að bera á hana olíu því maður verður stundum þurr þarna og svo, þú veist, svo við þá byrjar þetta ofta að springa og eitthvað svona. Nutta, og svo ítur þessu svona bara, nota neglum þess að íta þess aðeins niður. Á! Já. Já, ok. Já, svona. Ok, beauty is pain. Beauty is pain. Og þá lengjast á með neglum. Já, og fáða betra svona loft til þess að vaksa og svona rými. Þá gæti ég, nú að því ég er ekki að leika neitt Steina. Þú getur farið að safna nöglum. Ég gæti farið að Funningu má ég þá alltaf koma að naglalakka þig. Já. Ég ætla að kaupa mér svona kitt, þú veist, að læra að vera svona naglakitt kona. Já, en ég ætla ekki að vera með gervineglur. Nei. En þú getur fengið svona gellakk eins og ég er með ofan á mínum. Nei, þá... Akkur ekki? Þá þarftu ekki að nakka þig neglunar í hálfa mánuði eða 3 vikur. Ok. Og svo get ég lakkað yfir gellakkið og tekið það af, sko. Ok. Þetta eru bara mína neglur, nema bara gellakkið, sett svona þykkt ofan á, sér það er vaxið fram hérna. Já. Og svo get ég lakkað þetta í alls konar litum og tekið það af með asetónu og það Er þetta þína neglur sem eru svona langar? Þetta eru mína neglur sem eru svona langar. Það er bara sett yfir það svona þykkt gellakk sem gerir það að verkum að það hangir á forever. Og eins og það er sett á tásundar að þér. Þetta er líka gellakk hérna ofan á. Þú veist, það gera auðvitað aðeins þykkari. Ég held að það veri gervi Nei, þetta er ekki gervineglur. Þetta eru bara mínar með... Það er með langar neglur. Já, ég er með góða neglur, sko. Ok. Hvernig finnst þér það? Hefur mér þetta rosalega Ok, lokaðu augunum. Já, ok, nú er Sóley hérna með okkur, nuddar í gegnum þig og gegnum hana allar hennar formæður. Og ég gegnum allar mínar formæður. En ég bara, sko, hendurnar á okkur eru galtatæki, Dóra. Við getum gert allt með þessum höndum. Ertu búin að stúdera eitthvað, sko, fyrir hvaða plánetu hver fingur hefur? Nei, er það til? Ég ætlaði bara að opna þessa bók fyrir því, ég ætla ekki að segja neitt meira. Ok. Af því að þetta er alveg nýtt kerfi fyrir það að skoða. Varstu að búa það til? Nei, ég er ekki að búa þetta til. Hver fingur stýrist af ákveðinni plánetu, for reals. Ég ætla ekki að segja meira, en þetta er bara kerfi fyrir þess að bæta við inn í þinn þekkingabanka og þetta er fólk sem les í hendur og lögun fingrana, þú veist hvert vísa þeir, hvaða fingur táknar föðurinn, móðurina, hvernig lagið er á höndunum og svona. Hvernig vissir þetta? Þetta er náttúrulega þeir sem lesa í Lóa, ég er náttúrulega sérfræðingar í þessu. Við eigum kunningjakonu, ég bara veit ekki hvort hún gefur svo út fyrir þetta, en ég vil ekki nefna núna, sem hefur lesið svona í hendurnar á mér. Já. Og mér finnst það mjög áhugavert, samt ekki nógu áhugavert til þess að ég myndi nenni að kynna mér það til hlítar. Hvað sá hann við þig? Ég ætla heldur ekki að tala um það. Ok, hvort? En ég er að segja að þetta er alveg kerfi fyrir þitt þess að stúdera, sko. Ok. Af því þá getur þetta að fólk vill ekki segja þér hvað það er í human design. Já. Þá getur þú hótt á hendurnar á þeim. Já, þá get ég boðið þeim ristabrauð og sett á borðið, þá sé ég hendurnar á þeim með þeir að smyrja brauðið. Já, og þá getur þú alveg lesið það og heyrðu, já, en ég var í Portúgal. Já. Ég sem sagt fór í svona heilsubótafrí til Portúgal. Ég er búin að vera í veikindafríi og ég er miðaldra kelling, bakvögg miðaldra kelling og átti alveg dásamlegan tíma í Portúgal og við vorum, ég var
Mest var ég á strönd sem heitir Costa de Caparica sem sem sagt hinum við brúna. Þarna við fljúgum til Lissabon og sem sagt söður á Lissabon strönd sem heitir Costa de Caparica og hún held ég bara 15 eða 18 kílómetrar af friðaðri strönd, Atlantshafsmegin. Vá. Og það svo geggjað að sjá engin hótel, enga, þú veist, breska hamborgarastaði, einhverjar strandfatabúðir, enga sölumenn, ekki neitt. Bara, þú veist, þetta bara strandlengjan og þetta svo flott vegna þess að það kannski bara restaurant, svo bara 400 metrar, annar restaurant og fyrir neðan restaurantinu kannski til leigu einhverju 30-40 bekkir, en svo ertu bara með strandlengina og ef þú labbar nógu langt þá ertu komin á stað þar sem bara engin. Og þetta eitthvað, sko, Portúgalar friðuðu þessa strönd og þegar maður alltaf hugsa Spán, þar sem strendirnar eru allar orðnar útbíjaðar í, þú veist, túrismannum, skilurðu, og þeim búið að sko bara klára náttúruna. En það að sitja í góðu veðri í strönd sem sko ósnortin, þú veist, ég veit að þú náttúrulega upplifa það á þínum ferðalögum og svona, en þú veist, ég til dæmis bara áttaði mig ekki á því að þetta væri hægt ennþá bara svona nálægt okkur, sko. Og, en Portúgal líka alveg, eins og nýr gluggi fyrir okkur af því að það farið að fljúga beint þangað, sko. Já. Hér fullkominn staður fyrir Icelandair-auglýsingu. Af því að Icelandair flýgur til Portúgal. Já, sjáumst. Icelandair. Og maturinn var svo stórkur, svo góður fiskur og svo gott grænmeti, þetta var alveg stórkostlegt. En ég nefnilega fór svo þarna, norður af nei, þetta var líka suður á Lissabon. Fór ég og hitt hana Önnu vinkonu okkar. Hana Önu? Önu, Medicine konuna vinkonu okkar. Já. Sem portúgalsk? Nei, hún frá Madeira. Nú? Hún frá Madeira og hvað hún gömul hún Hanna? Hún svona 44, 34 eitthvað svo leiðis. Já, hún svona kannski 10, 11, 12 árum yngri en við. Já. Og ég kynntist henni, hún hefur verið dálítið hérna á Íslandi og hún sko rosa svona, hún búin að vera sem sagt eiginlega stúdera svona alls konar spiritual hluti og í svona alls konar brjáluðum svona galdrakvenna reglum út allan heim. Og hún búin að vera stúdera sko alveg í 15-20 ár. Já. Og hún eins og þú, hún rosa flink í human design. Já. Og hún alltaf kemur í ágúst, þá verður svo gaman fyrir þig að hitta hana. Því nú þú komin alltaf svo kafið í þetta. Og mér að fara að taka fólk. Jú. Og víst bara rosa góður rómur gerður af því. Já, hefur þú sett át í bæ? Því ég bara frétta og sett brókslega góð í þessu. Ég kom mér nú ekkert óvart, ég segi nú alltaf fólk þegar fólk segir, hún Dóra vinkonin svona, ég alltaf svona, já vissi það ekki. Þetta alveg að lamast, finnst þetta gott? Sko, ég get eiginlega ekki tala, ég hugsa að þú eru ákveðið að nudda á mér hendurnar í svona þvætti, þannig að ég myndi ekki segja orð og mér finnst það bara mjög gott. Ég í algjöru blissi, sko, og sérst að nudda á mér hendurnar. En sko, fyrir þá sem að hlusta, það svo gott að nudda hendurnar á vinum sínum. Finnst það ekki? En það æðislega, því við erum nú konar í beauty klubbin. Já. Þá ætlum við aðeins að taka þessa naglabönd finnst það Halldóra. Það gengur ekki. Þetta elsku litlu naglabönd, fyrirgefið þið Dóru fá, hún óbáslega hirðulaus að bassikur, nú ætla ég að laga ykkur, elsku litlu naglabönd, og lalalala. Dóra, langar það að gera eitthvað sem þú voru aldrei gert áður? Já, ég alveg til í það. Ertu til í að koma í svona leyniklubb? Já, sem heitir? Beauty klúbburinn. Oh my god, ekki til í þetta? Heyrðu, ég veit hvað þú að tala. Við erum að tala að ég tilbúin að breytast og betrast. Nákvæmlega. Beauty klúbburinn. Svo ég kom ekkert inn í þetta hjá þér. Af því að mér leið of vel til þess að stökka inn í leikinn. Heyrðu, en allavega, hún Anna. Hún bæði hafa Íslendingar farið til hennar. Já. Og svo hefur hún verið hérna á Íslandi bara stúdera og vinna. Nema ég fór í sveppaferðalag hjá henni
inn í frumskóginum Í Portúgal. í Portúgal. Já, því að það má þar. Já, það allt saman alveg, Allt löglegt þar. allt löglegt þar og þannig að þá náttúrulega bara sniðugt að gera það þar. Aha, ok, en spennandi. Og þetta er ekki fyrsta skipti sem ég hef tekið sveppi, Já, en það sem var merkilegt við þetta núna var það að ég fekk að vera svo mikið út í náttúrunni, inn í þessum eiginlega bara frumskógi, já. Annars sem sagt leigði það er svona lítill salur, það er sem sagt maður sem hún þekkir sem á þarna lítið land, hún kallar hann The Protector of the Land og maður skilur hvað hún á við þegar maður kemur þangað. Hann sem sagt keypti þarna bara alveg svona niðurrifna fingu einhver tíma fyrir einhverjum 20 árum síðan. Aha. Bara svona eldgamallan sveitabæ, bara einhvern veginn inn í miðri sveit. Og húsið er algjörlega niðurlötum komin, en hann býr þar, skilurðu. Og þetta er mjög fábreytt. Já, fábrótið. Já, fábrótið, já. Og segir maður ekki fábreytt? Nei, fábrótið. Fábrótið. Já. Fábrótið, fábreytt, fábrótið, fábreytt. Já, ok. En allavega, og svo er svona eins og lítil gömul hlaða og þar fór ég með henni í þetta sveppafræðilega og svo fekk ég að vera út í náttúrunni meðan að sveppinni voru að vinna. Aha. Og það var svo stórkostlegt einhvern veginn vegna þess að ég var bara í hrókasamræðum við blóm og dýr, þá dálítið mikið af dýrum hana, kisum og kettlingum og býflugur og alls konar skorkvikindi og svona og þetta var ég hef bara aldrei komist í aðra eins tengsl við náttúruna og nú er ég alveg samfærð það sem þetta vísindamenn eru búin að sýna fram á að allar lífverur hafa vilja og intention og bara miklu meiri gáfur heldur en að við höfum nokkuð tímann geta ímyndað okkur. Skilurðu? Og þegar þú segir að blóm hafi vilja, hefur það þá vilja til að hver væri vilji blóms? Vilji blóms er náttúrulega bara eins og vilji okkar, er að vera til. Skilurðu? Og það eru í Portúgal, þar eru tegundur af flugum sem heita Purple Carpenter bees eða fjólubláar smiðsflugur. Og þær eru kolsvartar með fjólubláa vængi, svona alveg stórar býflugur. Og þær eru svo flottar og ég eyddi löngum tíma í að fylgjast með þeim og eru svo glæsilegar og það kemur í ljós að þessar flugur, þess að mér fannst þær svolítið vera við, ég og þú, þessar flugur. Þær eru ekki með neina undirmenn, enga yfirmenn, þær gera allt sjálfar og þær eru bara að skemmta sér konunglega. Skilurðu? Og þær vinna alltaf einar, svona ógeðslega sjálfstæður og duglegar. Og þannig að þú varst svo mikið með mér í þessu ferðalega því að ég hugsaði mig að þegar voru tvær, það var svona hekk með fjólubláum blómum og það voru þarna tvær og alveg létu hvora aðra alveg verið í friði, bara eins og ég og þú. Við erum aldrei eitthvað að svona ala hvora aðra upp, bara aldrei sko. Ég bara man ekkert eftir því að þú hefur reynt að ala mig upp eða ég þig. Nei, og ef ég hef einhvern tíðan reynt þá komst ég bara að því að það væri algjörlega vonlaust. Held ég örugglega komst að því bara 14 ára. Ég man ekki eftir því að þú hefur reynt að ala mig upp. Nei, ég hef aldrei reynt að ala upp. Nei. Og þú ekki mig heldur? Nei, en það ég meina, þú veist, á ekki bara fólk að ala sig upp sjálf. Jú, það er nú það sem að það líka meina með börnin sín þegar eru konu ákveðin aldrei. Já, einmitt. En þessar Carpenter bees eru sko gjörsamlega stórkostlegar. Og svo átti ég í hrókasamræðum við rósahekk nokkurt. Þess vegna kom ég með þetta. Hérna ég er með smá rósa ylvatn, ég ætla að finna. Það er svona reyndar í föstu formi. Getur þú opnað þetta með olíun á höndunum? Vá! Þetta er nefnilega með svona alvöru rós í. Vá! Og hvar fékkstu þetta? Keyptirðu það í þessu litlu boxi? Já, ég keypti það í þessu litlu boxi. Í svona búð sem þú dast inn í? Já, reyndar hér á Íslandi og loka þessari búð, þetta er gott. Vá! En
En allavega, sko, ég held að ég og þú þurfum svolítið að stúdera þessar Purple Carpenter Bees vegna þess að það var eitthvað við sjálfstæðir og dugnað og hvað það skemmtu sig því að þetta, hvernig það hoppuðu blóm og blómi og hvernig blómin opnuðu sig fyrir þeim, þetta var bara eins og að horfa á sko lovemaking. Já, veistu, en þetta það sem ég að hugsa mest núna sko, að því ég er búin að stíga út úr vinnunum og er bara að leyfa ykkur að koma upp á mér. Í öllum hugleiðslum og öllu svona sem ég eitthvað skoða, þá er fólk bara að leika sér. Þannig að ég er í alveg að hugsa að því að nú er eiga... Við erum alltaf búin að tala það, okkur langar að vera með bara leikskóla. Leikskóla og gera. Og mér finnst ég bara að fá stöðu og staðfesting á því að við erum bara, að því að sko, við erum ekki að fara að hætta að vinna. Við þurfum að vinna fyrir okkur miklu lengur heldur en þeir sem eru að hætta að vinna núna 67 ára. Þetta, ég meina, það verður 25% aukning fólks á, þú veist, til 90 ára aldur skilur þú út á ellismella og bara ungt fólk það mun ekki geta haldið á okkur í framtíðinni. Þannig sé ég þetta, þú veist. Þannig að það sem við erum að fara inn í, held ég, samfélagið, er að við erum öll að fara að vinna minna, þannig að vinnan dreifist á fleiri hendur og við þurfum minna til að lifa og eiga gott líf. Af því að eitthvað, ég er ekki alveg komið svarið þessu, af hverju þurfum minni pening og við erum að fara að leika okkur aftur meira. Sko, ég er búin að biðja hana Önnu að láta mig vita hvenær hún á lausa daga. Mig dreymir að bjóða svona litlum hóp kvenna með mér hérna út í Portúgal í þessa vinnu með henni Önnu. Þetta er svo dásamlegt. Voruð þið yfir nóttu eða komum við bara Nei, þetta var bara, við komum bara mótni, ég held að við hefum tekið sveppin hádegi og við keyrðum heim 8 kvöldið, sko. Ok. Já, 8-9 kvöldið, svona þegar það var að skella í myrkur, sko. Ok. Þú veist, þá... Og var eitthvað svona, þú veist, að því að það er alltaf verið að tala intention og integration og eitthvað svona, þú veist. Tekur hún einhverja ábyrgð á því með ykkur eða sérðu fyrir þér að þú... Það sem hún gerði var náttúrulega að spyrja, veist, af hverju ertu komin og hvað viltu gera og ég sagði henni svona svolítið hvað ég væri að hugsa og hvað mig langaði dálítið að skoða, svona þú veist einhverja svona girðingar inn í mér sem mig langaði dálítið svona að opna og svona og hún skrifaði allt niður sem ég sagði og ég svona hvað hún að fara að gera við þetta? En svo þegar ég var hætt að tala og sagði hún, are you done? Og ég sagði já og hún sagði, ok, nú skulum við búa til saman möntru fyrir þig. Upp úr því sem þú ert búin að vera að segja mér. Já. Og ég kann ekki við að fara með hana, hún er svolítið persónuleg. Ok, þannig að mantra gæti verið eitthvað svona, þú veist, ég bið að komast í gegnum... Nei, mantran... jú, hún var fín fyrir ferðalagið sjálf en þetta er mantra sem ég get tekið með mér bara og mér finnst þetta vera mantran mín. Já, bara núna áttu möntru. Núna á ég möntru sem ég bjóð til en hún hafði sko hæfileikan á því að þú veist, að hjálpa mér að semja hana og svo löguðum við saman til orðalagið og svo er ég sjálf búin að gera íslenska þýðinga á henni af því við unnum þetta saman alltaf á ensku sko. En sko, hún Anna... Það væri hægt að fá tjatti til að hjálpa sér með þetta. Já, en ég náttúrulega hef svo gaman að því að þýða þannig að ég var ekki að láta tjattið... Nei, ég var að hugsa ekki fyrir þig, ég var að hugsa bara að því ég í rauninni var að hjálpa syni mínum sem er að fara í próf. Ég var að tala við tjattið út frá vetíska stjörnukortunars og hvernig afstöðunar hans og hann veit ekki það þessu, ég meina 21 ár. En þetta var ég að dunda mig við. Það vona enginn segja honum flóka frá því og mamman sé að tala um hann. Nei, ég sagði ekki að, já. Og ég fór í samtal við tjatt það hvernig ég geti hjálpa honum að undirbúa sig fyrir þessi próf sem hann er að fara í. Og tjatti kom með svo geggjaðar hugmyndir af litlum möntrum út frá stjörnukortunars sem bara, hann er í Satúrnusar tímabil núna, hann þarf að vera mjög jarðtengdur, og svo er mikill Venus þarna akkurat núna, þannig að hann má ekki space út, það þarf að hjálpa hann að vera á jörðinni með hlutina og eitthvað svona, þú veist. Og hún kom með, og svo gæti ég bara sagt honum þetta allt saman og hann kveikti á því. Þannig að já, ok. Hann kveikti á því, af því að hann var sjálfur búinn að vera að tala ég er að hugsa hvernig á ég að undirbúa mig fyrir þessi próf sem ég er að fara í, ég vil halda ró minni, ég langar að standa mig vel og eitthvað svona, þú veist. Þannig að hann var í svona pælingum með þetta og þess vegna fór ég að skoða þetta í leyni og ég fékk svo góð svör frá tjattinu hvernig hægt var að
styðja hann þessa síðustu daga fram að prófum að hérna, og ég spurði svona heila, hvernig getur hann haldið rósinni og allt svona, ég spurði svona allt. Og það gáði svo æðislegar, tjatti komið svo góða lausnir og hann kveikti á þeim. Og hann gat nýtt sér það? Já, getur og ætlar að nýta sér þetta. Og eitt sem við ætlum að gera, kvöldi áður en prófið þá ætla ég að láta hann skrifa á blað og hérna allt sem hann óttast. Þannig að hann skrifa á blað daginn fyrir prófið eða daginn áður en hann fyrir að vinna verkefnið, hérna, hvað hann vill ekki hafa með sér inn daginn. Ég vil ekki hafa ótta með mér. Ég vil ekki hafa kvíðan við að segja fólki eitthvað. Ég vil ekki allt sem hann geti hugsanlega verið fyrir honum og svo gerum við hugleiðslu þar sem hann sleppir hverju einu fyrir sig. Fyrir mig að fá 21 árs strák til að samþykkja að gera þetta með mér, finnst mér alveg magnað. En það af því hann langar eitthvað. Hann til í að því hann með eitthvað í höndunum sem hann langar raunverulega, þá hann til í að ganga leiðina. Já, góðan dag, ég heiti í Íslandsbanka. Já, góðan dag. Góðan dag. Er þetta Íslandsbanki? Já, ég sagði það leið og ég svaraði símanum. Já, ég ætlaði nefnilega ekki að hringja þangað. Þetta ekki góð auglýsing. Ég ætlaði bara að nota netið. Hún getur sagt það. Já. Ég ætlaði nefnilega að fá alla þjónustunum bara á netinu. Já, það góð auglýsing fyrir Íslandsbanka. Íslandsbanki, frábær þjónusta líka á netinu. Ok. Ganga leiðina. Finnst ekki falleg? Nei, minnst þetta alveg geggjað. Heyrðu, að því við erum nú farnar að fara bak við börnin okkar og tala þau. Það var nefnilega eitt barnið mitt svona í smá vandræðum, fannst að verða fyrir svona smá ósangirni. Já. Og ég sagði, sko, en þú verður að tala þetta við viðkomandi, skilurðu. Og þá komum við bara svona, nei það svo astnalegt, maður á ekki að gera það og ég sagði, já það eina leiðin. Að þú sért bara alveg, sko, hérna, heiðarleglegur, ég ætla ekki að segja hvaða barn, með það hvað þér finnst og bara standa og falla með því. Og svo nokkuð tíma seinna kom þetta ágæta barn og ég nú ekki lítil börn, þau eru stálpuð, komin á legg. Og ég sagði, jæja, gerður eitthvað í þessu? Já, ég bara fór og talaði þetta. Og ég sagði, og hvað? Já, þetta bara leystist, sko. En það var svo mikil ánægja að hafa einhvern staðið með sér. Já, einmitt. Skilurðu? Og bara þorað að láta í ljós, þú veist, svona einhverju óánægju. Af því að, sko, að þetta var svona pínlítið ósanngjarnt. Já. Og þú veist, það var alveg rétt að vera með einhvers konar viðbrögð við þessu, vera ekki bara að kyngja þessu og sitja með það eitthvað, láta það mikla inn í sér. Já. Og það nú alltaf það, þú veist, maður bara... Ég hef oft átt erfitt með þetta að hvetja börnin mína því mitt element ekki að tjá mig, heldur bara að þurfa ekki. Eða þú sloka mig af eða svoleiðis, ég veit ekki alveg hvernig ég á að útskýra þetta. Þannig að mér hefur oft fundist mig vanta það að hvetja þau einmitt til þess að bara segja. En ég fann að gera það meira núna. Já, segðu það bara. Já, þú veist. Hvað er þetta? Nú er ég náttúrulega svo hvatvís og náttúrulega stoppar ekki á mig kjafturinn. Af hverju á fólk svo oft erfitt með að segja hlutina? Maður er erfitt með að segja hlutina því maður óttast viðbrögð. Já, það alltaf það. Ég meina, jú, ég meina... Og maður óttast hvað... Sumar hluti hef ég átt mjög erfitt með að tala að því ég hef, sko, óttast viðbrögð og óttast höfnun, sko. Og þetta fara út í vitleysu og þú veist og svo getur maður að fara á bakvið hvað það versta sem gæti gerst, að ég gæti mist vin. En er þetta vinur ef maður þolir ekki að fara með þér í gegnum þetta? En það er bara svo sjaldan sem maður kannski gengur svo langt í þessu. Maður óttast að vera með vesen og ég veit ekki hvort maður er bara alltaf þennan grunn ótt að vera skilin út undan, sko. Hvort að það sé þarna á bakvið að vera skilin út undan alltaf. Viltu loka augunum núna og fara þangað sem að þú ert skilin út undan? Ég er búin að fara í gegnum það í EMTR. Hérna, en segðu mér meira frá Önnu og þessu námskeiði. Hérna, hún lætur ykkur gera svona möldrur. Já, og svo bara tókum við inn sveppina
og svo náttúrulega bara stýrir hún þessi mjög vel og hún náttúrulega mjög vön að servera medicín og vinna með medicín og þú veist, ég veit ekki hvað við tókum mikið, hún sjamanskammtar. Já. Og þannig að ég hef ekki hugmynd hvað þetta var mikið af sveppum sem að ég tók. En þetta var allavega þannig að ég gat verið í svona mjög í þeirri fínvinnu sem mig langaði til að vera í, sko. Og hvað kallar það fínvinnu? Já, svona þegar maður að leita uppi svona þræði inn í sér sem að maður þegar það svona tog í eitthvað og svona mann langar að skoða þetta svona svo leifar af gömlum triggerum eða leifar af gömlum sárum sem maður kannski búin að opna og konfrontera, skilurðu, og einmitt fara í einhverja þerapí út af og svo framvegis. Og svona viðbragðsferðlar. Já, þetta eru viðbragðsferðlar og það var svona svolítið það sem ég var að skoða. Af því að, þú veist, það eru svona nokkur ár síðan að ég bara svona fekk algjört ógeð á svona viðbragðsferðlum í mér, að ég var að óverakta gagnvart einhverju sem var ekkert stórmál. Og þú veist, svona að akta út úr svona barnalegum, svona úr svona einhverjum barsárum, fattari. Þannig að þetta var svona fínvinna, þannig að ég gat verið að toga svona þræði til inn í mér og skoða svona, þú þarft ekki að fara alltaf þennan veg, heldur hinn. Og þetta svona, það sem ég hef einhvern veginn svona mestan áhuga á núna akkurat þegar við vorum að tala viðbrögð. Að þegar maður finnur viðbrögðin í sér, það að finna speysið áður en maður aktar. Áður en maður bregst við. Þú veist, það kemur einhver tilfinning, skilurðu, og maður vanur að bregðast við á einhvern ákveðinn hátt, en það að áður en maður bregst við að finna speysið þar og finna, heyrðu, hérna þarf ég ekki að bregðast við eins og ég er vön, heldur núna get ég kannski bara aðeins svona hort á þetta, kallar þetta á einhver viðbrögð, kallar þetta á jafn stór viðbrögð eins og tilfinningin gefur til kynna inn í mér, eða hvað gerist ef ég bara gerir bara eitthvað allt annað. Og því þá byrjar maður að breyta verkferlunum sínum. Þá allt í einu opnast sko bara hlaðborð, býttu, ég þarf ekki að vera í sama farin og ég var, ég get prófað, ég get leikið mér að því að bregðast öðruvísi við heldur en ég er vön. Og mér finnst þetta svo gaman, að því að þá einhvern veginn finnst mér bara, opnast alveg bara svona, heyrðu, já, þessi Steinunn Ólína, hún á líka þetta til. Hún getur gert þetta og gert sér auðveldar fyrir, áttarðu mig, áttarðu það að ég fer sér? Já, bara algjörlega og ég bara, ég segi ekki neitt að því ég bara svona fer líka í ferðalega inn í sjálfur mér og meðan, sko. Já, ertu til að leyfa að þetta nú þáttur, sko? Já, leyfa fólki að fylgjast með. Nú átt þú að tala alveg í kortur, ég er búin að tala svo lengi. Og byrja. Takk fyrir. Viltu að nutta þetta með að þú... Já, það var í geggjað. Ég var að setja nýjan vöku í veipið. Já. Og það er svona eins og ég sé bara, þú veist, ég veit ekki, þetta er svo gott þetta veip. Já, er þetta eitthvað En ég ætla að segja þér eins og það sem gerðist í þessu sveppaferðalagi. Já, segðu það. Það var til dæmis það að ég veit að ég get bráðum farið að hætta að veipa. Ég get bráðum farið að leggja nikótínu frá mér. Já, sagði þið sveppurinn það við? Nei, hann sagði ekki, nei, ég bara fann það inn í mér sjálf. Já, og af hverju heldur þú þurfir veipið og hvaðan kemur fíkillinn í þér? Eða þessi? Sko, það er náttúrulega, ég var náttúrulega að byrja að reykja þegar ég var bara krakki. Já. Eins og þú veist. Já. Og það er náttúrulega börn sem byrja að reykja. Þau eru náttúrulega bara svona skólabókardæmi börn sem er að reyna að passa einhverstaðar inn. Já. Skilurðu? Já. Þú veist, reyna að gera sig gildandi einhverstaðar í vinahóp eða eitthvað svona. Já. Og þetta eru oft krakkar sem eiga foreldrar sem eru busy og mikið í burtu og eitthvað svona. Og það var náttúrulega reykt á mínu heimili. Já, heldur betur. Á dag og þannig ég er alin upp við þetta. Og þetta er ennþá svona, sko, að því ég er náttúrulega löngu hægt að drekka brennivín, að reykinga þetta, mér finnst sko veipið, þú veist, ég náttúrulega, það er að verða 4 ár sem ég hætti að reykja sígarettur, ég blúti stilist einstöku sinnum í einu og eina,
og því mér finnst það bara skemmtileg, en mér finnst það reyndar ekkert góða lengur. En svona mér finnst gaman að geta fengið mér eina og kaupa ekki pakka. Fattar ekki. En veipið er bara eins og snuð. Þetta er bara pacifier. Þetta er bara, ég nota veipið bara, þetta er eins og svona, þetta er smá hækja. Já, þetta er bara, allt er gott, jú, við erum hérna. Já, þetta er bara, ég kalla, og náttúrulega, ég hef náttúrulega gengt með snuðið mitt, veipið mitt hálsinn. Já. Og ég veit, þetta er rosa tragist, ég er 57 ára, en ég held sem Þú ert bara 55 ára. Er ég ekki 56? Nei, ég er 56. Er ég 55 ára? Já. Er ég ekki verið 57 ára? Nei, þú verður 56 ára í sumar og ég verður 57. Nú erum við báðar búin að vera rugglaðir í hvað erum gamlar. Já. Höldum báðar á síðan 57 ára. Hvað gerist þegar við verðum 57 ára? Nákvæmlega. Hvað gerist? 57, hvað er það í númerológíu? 13, það er 4, það er hús, það er stöðuleiki. Það er 12, það er 3. 5 + 7 eru 12 og 1 + 2 er 3, já það er þristur. Hvað er það? Hvað er þristurinn? Ég bara veit það ekki. Nei, ég meina... Þristurinn þýttir að vera einhver heilu þrenning eitthvað, býtu hvað 3 í tarótinu. Mér er svolítið skrítið að ég kom að tómum kofan að því ég er heldur að ég hef bara eiginlega aldrei dregið þrista, greina. Er það ekki? Og er ekkert barnið þristur í Human Design heldur? Nei. Ég þekki enga þrist. Jú, þrista í Human Design, það er náttúrulega annað. Þristur í Human Design, það er nýtt og það er fólki sem getur bara learn by doing, bara hlaupa á veggi til þess að bara, og er alltaf í rannsókn. Sko, Halldóra, við þurfum aðeins að fara að taka hælana í gegn. Já. Ok, nú ertu búin að komast að því. Já. Nei, ég veit það, sko. Já, sko, maður þarf alltaf að passa hælana. Já. Ég finn aldrei fyrir því að þeir séu svona slæmir nema því fyrir útlanda og það er, þú veist, þeir í heitum löndum. Þá svona blæðir úr þeim. Hvernig er þetta fótanett hjá mér? Það er alveg frábært. Er það? Já. Þetta er alveg Ok, fyrir ekki að þú áttir að tala. Já, en þú varst að byrja að tala um eitthvað skemmtilegt, svo fórum við að tala um hvað annað. Já, nú... Hvað varst að tala um aftur sem var svo skemmtilegt? Varst ekki að segja að Nico, sem by the way er maðurinn, en ekki heimsfræðimaður og vísindamaður, hefði tekið Ósjó-spilin með, eru þið ekki þarna? Nei, við eigum 1 stokk heima og 1 hér. Já. Af því að við elskum að draga Ósjó, tarot og spá í hversdaginn. Heldur þetta sé fyrsta podcast í heiminum þar sem að viðmælandi eða sem sagt annar þáttastjórnandi er í nutti meðan að á þætti stendur. Ég hugsa þetta. Getur verið við sem að brjóta blað? Ég held það. Já. Ég held að við sem að brjóta blað. Vitið það, ég vil bara alþjóð viti að hún Halldóra er með svo fallega fótleggi. Bað njám. Nei, alveg, já. Þú ert með En Steina sagði þetta um mig þegar hún var 13 ára. Ég var 14 að ég væri með svo fallega fætur upp að njám. Manstu ekki því? Jú, ég man alltaf eftir því þú er búin að vera að minna mig á það endalaust. Í 40 ár. En ég skil ekki hvað ég hef verið að meina. Þú hefur hort eitthvað á já, ég veit ekki heldur hvað varst að minna. Sko, mér finnst núna fæturnar að alveg fallegir allir. Takk. Já, þeir eru bara mjög fínir. En hugsaðu, þetta situr í þér. Svona sest í mann sem krakki. Já. Sko, allt sem er sagt við mann svona með útlit þegar maður er barn, sest í mann. Nei, ég meina, maður stendur ekkert sjálfur fyrir fram á speil sem krakki og er með athugasemdir líkama sinn. Nei, maður gerir það ekki. Athugasemdirnir koma einhvers staðar utanfrá. Algjörlega. Ég man eftir því að Árni Ibsen heitinn, leikritahöfundur og ljóðskáld, hann var svo mikil vinur mömmu minnar. Og hann og Messiana Tómasdóttir og mamma, þau voru í leinifélagi, fóru stundum í útilegur og svona. Já, en allavega einhvern tímann þegar ég er pínulítil, ég verið svona 9-10 ára, þá segir Árni Ibsen við mig, ég kem heim, eitthvað búin að vera út að leika og kem heim, ætlar þú ekkert að stækka Steina mín? Og ég lagði bara fæð á Árna Ibsen í nokkur ár. Já, ég bara þoldi hann ekki. Út af þessu, hugsaði þetta. Og ég þurfti alveg að taka hann í sátt 3 ára á nelt. Fyndið. Já, þetta er mjög fyndið hvað hlutinir leggjast skakt í mann. Og svo er fullorðið fólk sem var svona óboðslega elskulegt og sýndi manni mikinn áhuga þegar maður var lítill, sem að maður bara hélt upp á alla ævi. Já, ég veit það. Það er alveg
Býttu, en hvað voru að tala um? Áður en fóru að tala um þetta. Voru Þetta að ekki, tala um komdu með hinn fótinn, Ég reyna að muna hvað var það. Já, mér langar svo að vita hvað gerðist í sveppaferðalaginu hjá henni Önu. Já, ég er nú búin að segja þér ýmislegt. Nei, Já. ég ætlaði bara að segja Já. að mér langar í alvöru að Fara með hóp þarna. fara með, já, því hún er líka bara svo flink að vinna með, sko, ég sé bara að, sko, hún er alltaf búin að vera að hugsa rosalega mikið það bara konur. Já. Og hún er búin að vera að vinna með alls konar norna hringjum út allan heim, sko. Já. Og ég hefði gaman að því að fara með, þú veist, hópi kvenna til hennar. Já. Og Einmitt í góða veðrið. í góða veðrið, þú veist, bara nokkra daga. Og myndi hún vera með, það var það sem ég langar að vita, er hún með integration eitthvað svona eftir? Fylgir Já, hún þessi eitthvað eftir? já, hún gerir það, já, hún gerir það. Og nú ætlum ég ekki að segja meira, en ég bara, hún ætlar að láta mig vita. Ok. Og ég er að verða kannski bara, ég er að auglýsa bara á Facebook hverju vil ég fara í sveppaferðalag til Portúgal. Já. Það má taka svepp í Portúgal. Já, einmitt. Og vegna þess að hún er alveg svakalega flinkur leiðbeinandi, Já. sko. Og Ég hitt hana, ég farið í nutt til hennar. Já. Hún er alveg frábær, sko. já, hún er það. Hún er líka svona bodyworker og svo bara, þú veist, er hún bara svo mikil manneskja, þú veist, þetta er náttúrulega bara alltaf snýst það. Að fólk sem er að hjálpa öðrum að þessu góðar manneskjur og hún er það svo sannarlega og algjör svona jarðardífa, sko. Já. Svo er hún svo jarðbundin, þú veist, það er ekkert mumbo jumbo eitthvað bla bla. Nei. Sko, er engin leik, þú veist, að því að ég og þú erum svolítið ánæmi fyrir leiklist í spiritual heiminum. Já. Af því að við erum leikkonur. Já. Þú veist, en það er engin leiklist í henni, hún er bara, þú veist, hún er bara, já, hún er alvöru svona medicine kona. Rosalega flink. En allavega áhugasamir með að bara senda mig tölvupost á steinolun@gmail.com. Já. Og kannski fer ég bara með einhvern hóp kvenna til Portúgal. Vá. En ég myndi bara taka litla hópa. Já. Kannski svona 6 til 8 í einu. Ok, ég get komið með og verið líka farastjóri. Já, þú ert að koma með. Já, ég er að koma. Já, það er flott. Já, sjálfsögðu, já. Ok. Vissirðu ekki? Nei, ég veit það núna. Lýstu ekki vel á það? Frábærlega vel. En- Ég verð alveg til í þetta. Já, þetta ég var veit. skemmtilegt. Ég veit það. Það er svo gaman að fá að svona kafa þess inn í svona sálina og á sér og svona líka í svona öruggu umhverfi og svona fallegu umhverfi. Já. Það sem var fyndnast við þennan stað, það sem voru með henni Önnu, var það að inn í skóginum gat maður gengið upp stiga og þá var maður komið upp á í nokkurs konar hásæti sem var klósett. Alvöru klósett. Alvöru klósett, það er að segja, seta og svona, Já. en sko svona alltaf dettu kúkurinn og pissi bara beint ofan í skóginn, en alveg sko marga metrar upp í loftinu. Vá. Þetta er hásæti sem er klósett. Og svo bara horfir maður yfir skóginn og sér fuglana fljúga meðan maður situr og pissar og kúkar upp í skóginu. Og þetta er alveg stórkostlegt. Og engin klóspappir. Jú, svona biodegradable. Já. Vá. Þetta er svona, maður situr þarna í hásæti og horfir á lífið og jörðina og allt þetta og svo bara pissar maður gefur jörðinu og fær frá jörðinni. Ok, og þetta er svona staður í skólanum þar sem hinum vil ekki mikið vera á ferði? Að þeir vil ekki fá á sig kúka í pissin úr hásætinu? Það er enginn þarna, þetta er bara nómannsland, þetta er bara engar land. Já. Skilurðu? Þannig að, þú veist, þetta er bara eins og Anna sagði að maðurinn sem á þetta land, hann er svona guardian of the land og það að vera guardian of a land er að leyfa landinu að vera eins og það er. Já. Þannig að þetta er allt saman alveg vilt. Já. Skilurðu? Sem er náttúrulega stórkostlegt vegna þess að... Hvað kostar landanna í Portúgal? Varstu að skoða eitthvað land? Nei, Dóra, það er meira fyrir þig að skoða. Já, það er meira fyrir þig, ok. Já. Ég ætla að skoða það. Ég var alveg til í að eiga nefnilega landi. Nú ert þú eiginlega búin að fá, hvað ég er búin að fá Heyrðu, þú ert líka slösuð hér á einni tá. Já. Hvað kom fyrir þig? Ég var í útskriftarveislu dóttur minni að berfætt í skóm sem ég aldrei verið berfætt í áður og ég fekk blöðru. Nei, ég meina, hún Margrét Vilhelmína var svo sæt í gær. Mhm. Ha? Alveg.
Gorgeous, maður er alltaf að passa sig að tala ekki of mikið börnin sín, sko, í podcastinu því að þau getur frétta, sko. En she was amazing. Já. Já. Hún var í gamla brúðarkjólnum þínum. Hún var rosalega falleg. Já. Alveg ótrúlega falleg. Þetta er rosa stórt að klára stúdentspróf, sko. Það bara... Auðvitað, veitum hvað hana langar núna? Nei. Og ég hélt ræðu og í ræðinu sagði ég að bað fólk vinsalast að ráðleikin ekki neitt. Nei, einmitt. Svo að leyfa henni að Getur fólk fengið bara frið til þess að fatta hvað það langar? Já. Í alveg? Já. Þannig að ég bað fólk bara ekki ráðleikinni, please. Og hvað það finnst mér flott. Það ekki svolítið gott ráð. Eða, nei, gott að leggja þá við fólk, þú veist. Af því að ég er svo spennt að vita hvað fæðist í henni. Ég er alveg viss að hún finnur út úr. Auðvitað gerir hún það. Já. Já, hvað er þetta alltaf að vera að segja ungu fólki hvað það eigi að gera? Já, ættir ekki að fara fyrst í þetta, fara frekar í þetta. Talandi eins og bara, þú veist, einhver segir eitthvað líkaminn þinn, fólk getur, sko, það sem fullorðið fólk segir við ungt ómóta fólk, geta orðið eins og áhrýnisorð. Þú veist, hvað sem er sköpulag þitt eða bara hvað þú átt að minna við þau voru stór. Nákvæmlega. Ég man líka eftir því þegar einhver sagði við mig, þegar ég var í Berlín óper og ég var búin að sitja út á torgiðar lengi bara að fylgjast með ákveðnum hópum. Það var svona, það var hjólaskautahópur, það var skateboardhópur, það var dópustar, það voru rónar og ég fylgdist með öllum hópum og ég sá hvernig þeir voru að hafa samskipti við hverja aðra og svo kom ég ekkert heim og var að segja frá öllu sem gerðist á torginu. Og þá sagði hann Tómas Arens við mig sem maðurinn hennar Jónas sem ég var hjá og sagði, vá, þú getur orðið leikona, þú tekur svo vel eftir. Og af því að hann sagði það... Bara þannig að fólk haldi ekki sér raskillega, ég er að berja henni undir iljarnar á henni. Svo ég vakni. Já. Ég hefði bara svo gott. Ég ætla aldrei aftur samt að vera í nutti í podcasti, sko... Næst verður kviknakin í heilnuti þegar við erum í podcasti. Já. Nei, hann sagði þetta við mig og þetta satt með mér. Það skiptir svo miklu máli hvað maður segir við ungt fólk. Ég var 18 ára þegar hann sagði þetta við mig. Og það satt með mér. Að einhver manneskja væri bara hlusta á mig, segja frá og gera eitthvað og gefa svo, þú veist, segja bara, vá, þú hefur hæfileika. En ekki segja, þú ættir að, heldur bara, vá, þú hefur hæfileika. Já, ég veit nákvæmlega hvað varst að tala um. Það var líka svona manneskja sem sagði við mig þegar ég var frekar ung, svona bara sem fékk frá mig sendibréf. Sem sagði, þú hefði skrifað. Þú ættir að skrifa meira. Það hefði aldrei verið sagt við mig. Nei. Jú, reyndar, enskukennari í MH, við áttum að skrifa einhverja fantasíu og ég skrifaði einhverja fantasíu og umsögnin var, passa að láta ekki ímyndunaraflið hlaupa með því í gönur. Og ég hugsaði, ok, ég á greinilega ekki að skrifa. Og skrifaði ekkert eftir það. Skilurðu? Þannig að það, já, vertu nú hér, passaði nú að láta ekki ímyndunaraflið hlaupa með því í gönur. Þetta er með svona setning sem var aldrei að segja við fólk. Nei. Skilurðu? Farðu nú varlega. Já, en svo var það ennum aðeins. Akkur nú að fara varlega, ekki það byrju. Það er ekkert hættulegt að gerast hérna. Hvað gerist þegar ímyndunaraflið hlaupir með manni í gönur? Ímyndunaraflið er til að manni í gönur. Já. Maður láti sig dreyma og búa eitthvað til og bylla eitthvað. En svo sagði þessi manneskja sem ég skrifaði sendibréf, þú er hæfileika, þetta er afskaplega vel skrifað bréf hjá þér, Steini. Þú ættir að hugsa að skrifa. Þá, já, það er mitt. Hvað segir maður aldrei við blindan mann? Sjáðu. Nefnilega. Steina, þetta er vond auglýsing. Já, nei, satt. Þetta er satt alveg satt. Fyrirgefðu. Já. Þeir sem eru blindir, Já. sko, eru mestu húmoristarnir þegar það kemur að þessu. Já, auðvitað. Já. Og það er, sko, og hlaðvarp er náttúrulega væntanlega einhverjir blindir að hlusta á það. Já, og það vita allir vitibornir að við erum ekki að gera grína blindum. Nei, en fyrir blinda, þá myndi ég segja við þá, af því að þeir hafa ekki séð það, en það eru ógeðslega flott sólglerugu í sjáðu. Ég veit, geggjuð. Það eru alveg geggjuð. Taktu þetta nú inn, litla mín, og Og farðu svo að sofa.
farðu svo að sofa. Og byrju, tökum við aðeins fyrir svo. Farðu svo að sofa, sofi, sofi, sofi. Sofi, sofi, sof, sof, sof. Sofi, sofi, sofi. Já, farðu svo að sofa, litla, litla allir. Af hverju svæfum ekki börn með svona látum? Já, einmitt, þannig að þau bara farðu! Farðu til herbygginu, mamma! Ég vil fara að sofa. Farðu, ég vil að sofa! Þetta er eina veginn til það. Já, það er það.